Feromón eru efni sem að dýr gefa frá sér. Þetta er í raun hormón sem eru framleidd í innkirtlunum. En þetta eru efni sem fara út í húðina og þau gufa auðveldlega upp, eru það sem kallað er rokgjörn, og dreifast út í loftið og önnur dýr finna lyktin af þeim. Og þetta er ekki þannig að maður finni þessa lykt eins og venjulega lykt. Þetta eru efni sem hafa áhrif á líkamann. Gera stundum það að verkum og maður fyrir að finna einhverja tilfinningar sem að maður veit ekki alltaf hvað er. Þetta er ekkert bara hjá fólki, þetta er hjá öllum dýrum. Það eru feromón til dæmis í hlandi sem að dýr nota til þess að senda merkja stundum svæði með pissi eins og þið vitið að hundar gera. Það eru önnur dýr sem eru með eins og til dæmis hýenur. Þær geta gefið frá sér feromón sem eru duga lengi að brotna hægt niður og önnur sem að brotna hratt niður, eru mjög stutt að brotna niður. Ástæðan fyrir því að hýenur gera þetta svona er að þær vilja, þegar þær nudda, þau eru ákveðna kirtla sem búa þessi feromón til, þær nudda þeim utan í, þeim sem endast lengi, til þess að vara aðrar hýenur við að þetta sé þeirra svæði og aðrar hýenur ekkert að vera þarna. En síðan er í þessu efni líka, og þetta er ekki beint piss, þær nudda sér utan í þetta, að það sem endist lengi, stutt segi ég, að það er feromón sem eru skilaboð til annara í hópnum, hennar hóp, að það sé búið að fara hér sé ekki fæða, þannig að það þurfi ekki að leita meira hér, þannig að þær eru að senda skilaboð bæði til annara í eigin hóp og annara hópa að hér ekki að vera. Þannig að feromón eru hormón sem að dýr nota til þess að senda skilaboð á milli einstaklinga og þetta geta verið ansi kröftug skilaboð stundum.